Heyrið, ég held að við ættum að hætta þessum mótmælum. Skjárinn að byrja. Hún korter í 8 klukkan. Hættum þessum mótmælum, förum bara heim og horfa á skjáinn. Nei, ég hef ekki tími að standa í mótmælum. Ég held að Donald Trump sé líka við skjárinn. Förum að horfa á skjáinn. Ég nenni þess ekki. Skjárinn. Gott kvöldið, Skjárinn Stama, já, laugardaginn 16. janúar 2021. Því miður þetta hérna síðasta þátturinn sem þið áhorfendur góðir getið séð, því að núna fara fréttir Skjársins í lægstri dagskrá. Þið þurfa að borga 6.000 krónur á hverju viku fyrir að horfa á fréttatímana okkar. Við viljum bara gera það stöð 2 eins og við vitið. Runni, það er alltaf lagi. Borðaði alltaf mikið af plokkfisk helgina. Já, en lítum fyrst á þetta. Já, hæ, jafnvæg daginn, Dómas, góðan dag. Já, ég veit. Já, ég ætla að fá mér, hvað var þetta? 2 pítsur, eina margarínu og eina svona kjötpítsu. Já, við erum líka með fullt af tilboðum, sko. Já, ég ætla að, hvernig tilboð hafið þið? Já, við erum með Moon tilboð. Það er svona þannig að þú kaupir fyrir 2 pítsur, það er bara 3. fría og þú getur fengið 4. ef þú slepptir hálfu magninu af öllum pítsunum í fyrsta pítsakassunum og þá færðu 2 brauðsneiðar í staðinn. Og ef þú bætir við 3. brauðsneiðina þá getur þú fengið 4. pítsuna og þá getur þú líka fengið 5. pítsuna nema þá má 1. og 2. pítsana ekki hafa skinku og ananas og lauk. Hún má eiginlega bara hafa pepperoni og svo getur þú líka fengið 7. pítsuna en þá verður náttúrulega að taka af aðra hverja pítsu í 3. og 4. pítsakassanum og svo getur þú líka fengið 7. pítsuna og þá verður að taka í burtu öll kjötálegg í 3. pítsunni. Hvað? Ætlarðu að skella á þetta skemmtilega tilboð hjá okkur? Það er grunn tilboð, kannski? Já, við erum með eitt annað tilboð. Þú færð eina pítsu. Nei. Einu sinni var maður sem hét Þórhallur Gunnarsson. Hann rækti randvörð Spaugstofinn og setti fréttir sem að stöða 2 lestar. Hann gerði bara óvinsælar ákvarðanir. Þórhallur, þú átt ekki að vinna í sjónvarpi. Drullaðu þér í burtu, þau gerir bara óvinsælar ákvarðanir. Fyrirtækið Grubhub ekki leyft á Íslandi. Mjög mikið að fólki að skæla og væla fyrir framan Alþingishúsið. Við skulum líta á auglýsinguna bara til gamans. Grubhub lætur þig fá samninga fyrir matinn sem þú elskar. Mat sem þú láta þig dansa. Ég vil ekki dansa. Hvað er alltaf fólk að gera hérna? Náðu í matinn þinn með Grubhub. Núna ættu krakkar að vera svona Grubhub. Nei, ok. Grub, hvað sem þú elskar. Er þetta ekki íslenska útgáfan af Aktu taktin? Vötnaröfn og KFC lítum betur á það. Næsti. Peningar! Já. Peningar! Já. Hvað svo ekki? Peningar, það fyrir meira. Matinn! Við erum bara hrókir! Þetta er bara í matinn. Já. Kjúklinginn. Já. Kjúklingakrydd. Já. Kartöflukjöt.
Hörður Rúnarsson, forstjóri Handboltafélags Íslands, vill breyta laginu eða þjóðsöngnum sem sungin í byrjun á hverjum leiki og vill fá eitthvað annað lag því að þjóðsöngurinn er alltaf þreyttur. Lítum á það. Já, hér erum við komið forstjóra Handboltafélagsins. Ætlið þið ekki að fara að breyta laginu ykkar? Jú, það er alltaf sungið lag svona í byrjun á HM og EM. Þannig að þú veist þjóðsöngurinn og okkur finnst þjóðsöngurinn vera allt og gamaldags og það er að sjá að leikmyndi kunni ekki þjóðsönginn, þetta er bara orðið leiðilegt. Þannig að við höfum alltaf hugsað að við Íslendingar erum svolítið jólasveina þjóð og við ætlum nú okkur langar nú að koma með nýtt lag sem er sungið á HM og EM. Já, hvernig er nákvæmlega lagið? Ekki bara líta á það. Stekkjastaur kom fyrstur, stinnur eins og tré. Hann laumaðist í fjárhúsin og lék á bóndans fé. Hann vildi sjúga ærnar, þá var þeim ekki sel. Því greyið hafði staurfætur, það gekk nú ekki vel. Það er megavika hjá okkur í Dominos og það verður gaman því það er megavikadagur. Já, megavika komið í Dominos. Til hundapizza. Hvað er aftur stöðsendingin hjá okkur? Ég finni það bara Google Maps. Dominos, gata, númer eitthvað. Bæ. Hundur, til hundapizza, pizza hundum. Veistu hvað, ég ætla bara í Dominos í Kína. Já, ég er svona ætlaði að bann. Já, nei, það má ekki. Nú, akkur þetta er bara sko ég og konan. Það búa fleiri en 4 í þessari blokk. Nei, það virkar nú ekki þannig, sko. Jú. Nei, það virkar ekki þannig. Jú. Er það Björn Leví? Já, það sveik komast inn, ég er búin að vera nú 7 klukkutíma. 7 klukkutíma? Og já, ég er Björn Leví. Þú ættir að geta ættleitt reglur, en því get ég ekki breytt þó að það búa fleiri en 4 í þessari blokk. Ég samþykki það að þú ættir að geta ættleitt, ekki þú, því að þú ert hálfviti. Ættleiðingar eru heimskar ef að þú getur ekki ættleitt. Ef að það eru fleiri en 4 manns, ég er Björn Leví, keyri for Chevy og ég vil breyta því, en ég get engu breytt. Þú verður að geta ættleitt. En ég er Björn Leví, keyri for Chevy og þið ættuð að geta ættleitt, en ekki þú hálfviti, ekki þú fáviti. Kjóstu mig. Björn Leví á Disney+. Já, ég þarf að út. Sjökkið á því. Já, ekki er það meira frétta í kvöld. Sjáumst aftur í næstu viku og njótið helgarinnar sem best. Ég meina bara, gera eitthvað skemmtilegt á morgun og sunnudaginn. Bless. Klippu mig. Já, ég var að spá. Ég var að spá. Ég gleymdi algjörlega hvað ég ætti að segja. Já, það er hérna, já. Hörður Rúnarsson, forstjóri Hörður Rúnarsson, forstjóri HSI.
Rúnarsson, forstjóri handboltafélags Íslands. Í sæti með þig. Grubhub lætur þið fá samninga til þess að fá Grubhub lætur þið fá samninga fyrir fjölskyldu hamborgara. Hamborgara rétti sem láta þig. Nei, byrju. Góðan daginn, ég Benjamin. Hvað þetta? Gúrka. Þetta í alveg gúrka? Mér fannst þetta vera fáðu matinn með Grubhub. Ég var að nauðga kettlingum. Næsti. Úlfur. Hún ekki hafið því að Sjálfstæðisflokkinn. Kjósið mig. Ekki hafið. Ég ætla að hjóla. Burt. Þú áttir að vera í settinu. Þetta er bara lægir samt að geta ættleitt. Hnéð mitt. Ég finn fyrir eitthvað sleift. Oh my god. Hvað? Ég spyrja okkur eða svona mikið af þessu. Þú veist, alltaf þegar maður fyrir svona slítberg, það gefur mér svona 10 svona. Arnaldur, þú veist að þú átt að ganga frá þessu öllu. Já. Þú kastaði þessu. En ég fékk ekki hugmynd að skemmtilega. Þannig ég tók þetta skemmtilega. En við erum bara að gera grín á þessu, við ætlum þetta að gera sér frétt niður stundar. Þegar ég hefði að káa KC þér var nefnilega. Ég skil ekki út af hverju maður myndi reyna að káa 7 á þessum stöðum.